Ég á vesturleiðinni, á háheiðinni, á 110, ég má ekki verða of seint. Það verður fagnaður mikill vegna opnunar, fluggrill sjoppunar, svo ég fór og pantaði borð fyrir einn. Ég hef frestað því stöðugt að fá mér starf, síðan síldin hvarf, svo lítið latur að vísu en hefða samt gott. Konurna fíla mig mæta vel, allt flestar að ég tel og ég bara bóhem og þeim finnst það flott. Manstu ekki eftir mér, mikið lítur við vel út, baby, frábært hár. Manstu ekki eftir mér, fiskverkun og konur, skósmiði og bara hvern sem En ef við ekki veljum okkur hvaða frístund og hobby við ætlum að stunda á meðan við erum ennþá besta aldri, að þá spyr ég, hvað ætlum við þá að vera að dútla við í ellinni? Já, spyr sá sem ekki veit. Og af nóg að taka í frístundastörfunum. En aðalatrið nota hugmyndaflugið. Já, hugmyndaflugið. Það má til dæmis nýta flugur, prjóna eða skera út. Smyrna, mála, eða fara í meðferð, pólitík, eða búa til litlar heimakvikmyndir, eða spila golf. Aðalatriði að leggja vel niður fyrir sér hvað þetta má allt á endanum kosta. Því að ekki má kostnaðurinn vera of mikill. Þarna skall hurnarri hælum. Já, segja það. Og þetta getur gerst þegar maður er í frístundastarfi og ekki gerast slysin eftir á, eins og máltæki segir, en grundvallar... Við biðjumst velvirðingar á að rjúfa útsendinguna en rétt í þessu var forsætisráðherra að rjúfa þing og efna til kosninga, öðru hvorum megin við Verslunarmannahelgina. Ekki vitað hvar sauð upp úr og ekki næst í forsætisráðherra að þessari stundu, en hann mun vera á murtuveiðum í Þingvallavatni. Murta, hún svona vitið þið. Það þýðir að það verða bara 2 flokkar í framboði. Við skulum halda okkur við efnið, kosningamál nr. 1, við verðum að komast að einhverju niðurstöðu. Já, kvótakerfið. Nei. Þeir verða vitlausir allir með tölu. Efnahagsbandalagi kannski. Nei. Þeir á Flúðum myndu aldrei sætta sig við það, aldrei. Og það ekki á dagskrá í þessum flokki. Nei. Hvað þá á dagskrá? Númer 1 á stefnuskrá okkar að slíta okkur út úr öllu sambandi við Norðurlöndin. Hvert og eitt einasta. Það ekki svolítið langt frá miðjunni fyrir okkur? Af hverju? Grænland með þeim pakka? Já, allt í skúmulaði. En að selja öll olíuborunarréttindi. Já, nákvæmlega eins og Færeyingarnir. Það hefur engin olía fundist enn. Nú gott, þess þá betur. Við vitum það, ekki kjósendur. Já, mér finnst bara af nógu öðru að taka. Olía sem hefur ekki fundist enn, aðgætt vel. Og finnst aldrei gáða því. Já, ég nú ekki sammála. Hvað meinarðu? Nú, einhvern djöfullinn hlýtur að vera að finna undir þessu landi eins og öðrum löndum. Einhver svona massi. Getum þau sammála það að sala á olíuborunarréttindum fyrsta mál? Já. Gott, klöppum fyrir því. Já. Lætur hann Anton Skúlason bara fá þetta afsal sitt tilbaka. Ég meina, hvernig dettur mönnum í huga við ætlum að fara að selja Kolfreyjustaði? Hvað? Kolfreyjustaði. Þetta eign fjölskyldan og Lóa frænka býr þarna ennþá allt. Hann vill malbika flugvöll yfir hana, held ég. Þetta bara eins og hverjunu della. Ég meina, Kolfreyjustaðir ekki til sölu og verð ekki til sölu meðan ég lifi. Basta. Hérna, láttu hann bara fá þetta afsal sitt tilbaka. Önsum sig. Krakkar! Eru það hérna? Manstu ekki eftir mér, mikið lítur við vel út, baby, frábært hár. Sjáumst þetta í viku! Manstu ekki eftir Sambandið við þáttinn í næstu viku, það smá breyting. Af því Salómon að fara í alveg risa verkefni út á land, þannig að ég verð ein með næsta þátt. Ok, allt í góðu. Manstu ekki eftir mér, mikið lítur við vel út, baby, frábært hár. Manstu ekki eftir mér, hvað ertu búin að vera öll þessi ár? Hvað ertu búin að vera?
þessi ár. Hvað ertu búin að vera öll þessi ár? Hrafnhildur mín, hvað þessi miði? Hvað segir skan? Það er að koma ykkar maður. Hvað maður? Já, hvað þessi miði? Miðill? Já, skipulagsfræðingur. Hvað segir Hann er sænskur. Sænskur miðill? Það verður maður að gera einhverja skyndu uppflytting á bænum fyrir kosningar í smekurum ef við þurfum erlenda fagurkjöra. Býtu, hvernig lítur hann út? Þetta er svona lítill djöfull. Lítill? Já, svona krumpaðu skratti. Hrafnhildur mín, hann er aðtöða hvort hann geti verið hann einhvers Býtu, hvenær kemur hann? Bara núna í eftirmiddaginn. Á ég það ekki að kaupa líkjöra? Sælelskurnar! Hvert er verið að fara? Hingað, Ebba að fara til Haugasunds að læra svæðanudd. Haugasunds? Eru þið skilin? Nei, nú kemur jólin. Ég get þetta ekkert einn. Framkoma.is, Stella Löfi. Já. Já. Nei, veistu það, hann Salomon skipulagsfræðingur, hann er því miður upptekinn út á landi. Í risaverkefni. Er eitthvað sem ég get kannski aðstoða með? Já, hann er mjög góður í svona ytra útliti. Ég er meira svona í ráðgjöf og almannatengslu. Já. Býttu, fyrir hvern er þetta með leyfi? Centrum.is. Já, heyrðu, hinkraðu aðeins. Ég ætla að búa hann á fund á morgun, hann var búinn að fallast á að vinna með okkur. Það lítur hreinlega út fyrir að hann hefur bara gleymt þessu. Ég sé að ég hef tíma á morgun, ég get náttúrulega hlaupið í skarði fyrir hann. Já, ekki væri það verra, það er sama hvaðan gott kemur. Hún er til. Æðislegt! Flott! Klukkan 10. Já, 11 væri þetta betra fyrir mig. Já, 11 er betra fyrir okkur líka. Segjum það? Já, þakka þér fyrir, vertu sæl. Flott! Komið. Verður eitthvað var? Nei. Þú finnur ekki fyrir neinu? Nei. Nei, það er sko eiginlega hraðinn sem skiptir máli núna vegna þess að þetta verður tilbúið fyrir kosningar. Ég er sko sjá til að fara fram fyrir miðflokkinn. Ég get ekki látið sjá mig fyrir utan þessa bragga, en ég get stjórna hraðanum. Já, allt hérna, ég þarf ekki að spyrja einn eða neitt. Viltu æris? Æris? Æris með þeytum? Nei, takk. En skipulagsferlið tekur tíma. Nei, ekki í mínu tilviki. Ég keypti þennan Þorpskrypling hérna fyrir kvóta sem að pabbi arfleiddi með. Biggi bróðir keypti kringluna fyrir sumpart. Nei. Jú, viltu líkjör? Ha? Viski mísmjölum? Já, nei takk. Gin og tón? Nei takk. Sljúvits? Nei takk, nei. En ég var beðinn að færa þetta. Nei, svo er ég að fara að kaupa alveg rosalega stóra jörð hérna við bæjarmörkin sem verður útivistaparadísin á Íslandi, rock'n'roll. Og þar ætla ég að byggja alþjóðaflugvöll. Thank you very much. Viltu jökulkalt Baileys? Ha? Eða konjakslegin kirsuber með þeytiróna? Nei takk, nei takk. Ískaldan bjór? Nei. Pilsner? Sætir? Nei. Ekki? Ekki, bara kaffi takk. En kolfríðastæðir er ekki til sölu. Hörðu mig, 2 kaffi fyrir 2. Má að bjóða þér smá armagnac með kaffinu? Almanak? Armagnac? Já, nei takk. Þá má kannski bjóða þér eina feita. Ha? Nei, eina feita. Já, smá örðu hérna í selaveskinu. Já, nei. Ég hætti að drekka fyrir 16 ári síðan. Mjólk eða sykur? Nei takk. Gjör svo vel. Hvað er með öll þessi júníform? Svo. Við rekum hérna stríðs- og flugtengda ferðaþjónustu. Og ætlum að vera hérna með flugskýli sem að... Já, svo hún heldur það, já. Það hefur eitthvað komið fyrir hans Sigfús.
Það getur ekki nátt okkur bíða svona. Jæja. Hann Sigfús, það er ekki fyrsta sinn. Gott fólk, þó að hann Sigfús sé ókominn verðum við að byrja fundinn því að hún Stella, sem óþarft að kynna, hún er það sem ég vildi sagt hafa tímabundin og já, Stella Stevens. Löfe. Löfe segi ég og þið þekkið öll af sjónvarpinu. Já, fyrrverandi sambýliskona mín, hún horfði alltaf á þáttiðinn. Ég líka og lesi bókina þína. Já, svo ég tala nú ekki um það, en hún rekur líka fagurkera fyrirtæki. Fyrirtæki með almannatengsl og svona persónuleika hönnun. Framkoma.is. Sem sagt, gefur góð ráð við öllu sem tengsl okkar við kjósendur varðar. Hvort sem það fundamennska, almenn framkoma, klæðaburður, veisluhöld eða hvaða nafnist eða nefnist. Enda frægum allt land og til Kaupmannahafnar eftir að bókin er að koma út. Til hamingju. Til hamingju, bara metsölu bók í Danaveldi. Heyrðu, auglýsti Danadrottning ekki bókina? Halló. Já, það var nú eiginlega að segja það. Hún talaði mjög vel hana í dönsku blöðunum. Eftir það þá alveg rokseldist hún. Virkilega til hamingju. Já. Þetta var kona Sigfúsar, hann er á slysaðstofunni. Ha? Já, hann var á leiðinni hingað og klemdi sig svo hrikalega illa á vísifingur, hann kemst ekki. Mikið Sigfús að klemma sig svona. Og jæja, þá hef ég fundinn og gaman væri að heyra svona þitt álit á frambóðinu og hverjar svona þínar væntingar eru. Já, sko, ég er náttúrulega ekkert inn í pólitík sem slíkri, þannig að ég ætla bara að fá að fylgjast með og svo get ég gefið komment á eftir. Jú. Ertu ekki svolítið að klípa í hana? Hvað er það? Stellu? Nei. Við rekum bara kontor saman, kollegar. Sérðu ekki hvað þetta rakrítur alþjóðaflugvöll hérna, ha? Þú verður að redda mér þessu landi. Aðflugi hérna skilur ekki skensin í þessu maður. Þú verður að redda mér þessu landi, ha? Sko, Stella og familja munu aldrei selja jörðina. Hugsaðu sjálfa hérna. Dísæna heilan alþjóðaflugvöll. Viltu eitt klofvolgan brennivín í kók? Nei. Þarna verður aðalflugstöðin einhver stærsta duty-free sjoppa í heimi. Það er bara della. Hvaða olíu? Selja bara einhverjum útlendingum leyfi til að bora fyrir olíu og ekki bara láta fiskinn fljóta með líka. Og hver er kominn til með að segja að það finnist olía hér á landi? Er þetta ekki bara ágætis lending? Ég meina, við finnum ekkert betra. Ég er alveg ósammála þessu. Ég líka. Óli Píka. Olían verður þá ekki á dagskrá og það eru hreinar línur. Fyrirgefið þið, aðeins bara. Sko, lítið aðeins á hérna, sjáu þið sko. Sjáu þið sem ég með hérna. Þetta allt saman má kaupa fyrir peninga. Sjáu þið. En hitt annað sem ekki er hægt að kaupa fyrir peninga og það eru mannasiðir. Til dæmis að læra að lappa ekki skóni eins og þú eða juða stanslaust á stólnum. Eða til dæmis að bora í nefið eða í eyrun með teskeið, skilur, og það er voðalega leiðilegt líka að klóra sér í flössunni og þefa og tala nú ekki að bryðja stanslaust sykurmola. Má ég sjá? Já, sest þú. Og Mursuvinnafélagið hættvinnan. Kvennafrídagurinn væri í gær eða skildu ekki hafa tekið eftir því. Í miður. Já, ég veistu þetta. Þetta er algjör steypa þessi stefnuskrá hérna hjá þeim. Nema það sem þeir apa eftir okkur. Þeir gleyptu við olíumálinu eins og fíbl. Sko, hann Sigfús er ansi klár maður. Það verður ekki á hann að tekið. Já, Sigfús? Ég var með honum á stuttu flugunhýtingarnámskeiði seint síðastliðinn vetur. Og einhvern veginn þá sogaðist upp í nasirnar á hann svona fiður, svona litla fjaðrir og endur hann í lungunum á hann. Hann er dauður. Hann suffocataðist bara. Suffocataði? Hvað er það? Mér finnst alveg út í hött að setja 4 kalla í efstu sætin og svo þessa undarlegu mannesku mist. Já, hverra manna er þessi mist? Já, ég var með henni í Vindásli þegar ég var 9 ára og ég get sagt okkur það að ég hef aldrei heyrt annan eins munnsöfnuð á nokkru barni. Hún þurfti að vera í sérherbergi vegna þess að það komu svo ljót orð upp úr henni í svefni. Gæslukonurnar voru alveg dauðskelkaðar og ég get sagt okkur það að þeim hætti bara. Þið veitir. Jæja, þá er myndin af Antoni kominn og hann hefur fallist á að taka 15. sætið. Já. Fínt að fá Anton, maður, ekkert röfl í honum. Eldgömmul mynd af vísu. Bíddu, er þetta ekki myndin sem birtist af honum þegar hann missti flugréttindin? Já, það gengur ekki.
Já, en það verður sko að leggja þetta fyrst fyrir okkur í bæjarstjórninni, sko. Já, þetta ekki svo dýrt, sko. Að byggja heilan turn á hana bæjarskrifstofu. Já, svo verður klukka efst og upplýsingar fyrir túristana. Já, til dæmis hnúta á sekundu. Hnúta á sekundu? Já, það er mjög þakklátt fyrir flugmennina. Já, en sko, ég hef með hugmynd. Af hverju ekki gömlu vindstíðin, sko? Ég meina, það sakna þér allir. Svo gömlu vindstíðin ekki betri. Já, sko, svo málum við bara öll húsin svona í alls konar fallegum litum og svona. Og síðan gerum við hérna stórt svona fallegt torg hér með gosbrunni og svona styttur og svoleiðis og síðan kaupum við tjald til að selja svona alls konar túristadót og svoleiðis. Og síðan byggjum við hús ofan á alla olíutankana og bara allt. Og hér er fréttamaðurinn, þið takið niður gleraugun, eðruð með glerugu, aldrei að líta upp á fréttamann, aldrei nokkurn tíman horfa niður til að tala við hann eins og þessi dvergur. Gjörðu svo vel, af stað. Nei, það er kannski við aðeins, við skulum byrja aftur og taka bara einn og einn í einu. Við skulum bara fá Hjalta fyrst. Hjalta mig, gjörðu svo vel, já. Já, gjörðu svo vel. Og ekki hendur í vössum. Reist og fínt og frjálslegur, öryggið uppmálað. Kannski eftir að þú þér hári bara við tækifæri. Og næsti Önundur, gjörðu svo vel. Mjög gott, Önundur. Mjög gott. Sigurhalli. Já, nei, hendunni með hliðum. Já, fínt. Fréttamaðurinn. Vinnum kannski bara aðeins betur í þessu mist, gjörðu svo vel. Nei, við skulum byrja aftur mist, gjörðu svo vel. Já, nei. Miklu meiri reisn, ró, jörð, já, róleg, afslutu og glöð. Gjörðu svo vel, já, svona. Nei. Eigum við að koma núna? Krakkar, er amma heima? Amma þín hvað? Gerir öskubíl í vógunum og afiðin situr aftan á. Þeir eru meiri grallararnir. Er amma heima? Hvað heitirðu? Sigurhalli. Er Stella við? Já, ég heiti Stella Brá. Já, hún heitir Stella. Já, svona farðu nú og segðu henni ömmuðinni að við séum komnir. Amma, það eru 3 glæponar hérna sem klípa. Já, þeir reyna að drepa okkur. Nei, svona, nei. Hún reyna að bíða eftir ykkur. En mist. Hún á bara svo erfitt með að tala fyrir fram á fólk. Hún einhvern veginn... Hún er með Tourette-einkenni. Þolir enga streitu. Já, hún verður bara aftar á listanum. Já, þetta er ágætt stelpa. Já. Hún vinnur vel og höfðar til unga fólksins. Fyrirgefiði, augnablik. Ég ætla aðeins að bjalla í hann Sigfús, hann langaði eiga við þig orð. Já. Ert þú ekki tilkippilega í 5. sætið? Jú. Fínt. Sigfús er mjög vandaður maður. Já. Hann ætlaði að vera komin hérna? Jú. Halló? Sigfús? Sigfús, hann kemur svo vel fyrir. Já, svo er hann vinsætt. Já, er það Sigfús? Aðeins að skreppa niður og ná í það. Nei. Hvar er hann? Já. Já. Framtönn. Á Sækverju. Hann rennur svona hroðalega til á einu sæbjónum. Eftir að kona hafði rekið sér fatfullt af sæbjón. Jú, og Sigfúskallinn hann ætlaði að bjarga málunum og rennur svona svakalega og fleipur penningar frá alla kannastóðum og hlaka mig allir á vaskur úr. Það er skyndalega. Já, en það er eitt í þessu. Býtu? Já, þetta gæti fært flokknum samúð. Ég meina, aumingjagæskan, hún telur sig. Samúð? Að rata sæbjúa suður í Reykjanesbyggð? Þið vitið, sæbjúa! Og missa tönnur kjaftunum. Þið vitið ekki að mæla vekta. Þetta svæði er friðað, því verður sko ekki breytt. Sko, ef ég mátti ráða, þá myndi ég setja smá bátahöfn þarna á járnið. Svo myndi ég hreinsa allt þetta drast hérna burtu og brenna svo hann að ljóta kofa þarna. Brenna? Nei, við förum ekki að skemma stríðsminni að safni, vorum að standsetja það og...
Þetta er frægasta húsið á staðnum, gamli offíseraklúbburinn. Það er bara eldur sem getur bjargað þessu. Hérna smábátahöfn. Smábáta hvað? Ertu að djóka? Það er von á 1.000.000 túristu hérna. Bara smábátahöfn. Herði, ég ekki að opna þetta fyrir einhverja aumingja og mokka sínum. Hér verða selt veiðileyfi á hvað fengjum verið næs. Og basically, þá er þetta hugsað fyrir hrausta kallmenn við byssuleyfi. Ég er búinn að markasetja stríðsminjasafnið allt Skotland. Þetta er það sem við köllum lifandi stríðsminjasafn, sjáðu þið. Þetta hérna er úr Bosníu og þetta hérna er frá síðari heimsstyrjöldinni og hérna inni erum við ófáanlegar gersemar úr nokkrum vinsælustu heimsstyrjöldum heims og allt saman upphaflegu orginalandi. Yes. Komið nú að fáið ykkur súrt hvalrengi og piparmyndulíkjör. Hvalrengi? Anton, ég er ansi hræddur að þessar breytingar geti ekki orðið fyrir en eftir kosningar, sko. Þetta þarf náttúrulega að breyta aðalskipulegin og setja þetta í svæðaskipulag og deiliskipulag og umhverfismat og nú og síðan þarf að reyna að finna deilimarkmiðið og síðan þarf þetta að fara fyrir skipulagsstofnun ríkisins sem væntanlega sendir þetta beint til úrskurðarnefndar skipulagsstofnunar og þaðan í nefndirnar og þetta geti tekið alveg 3 ár, sko. Svo þarf að fara í grenndarkynningu. Já, ég tala ekki um það, sko. Veistu það að það hvarflar ekki að mér að hlusta á þetta helvítis kjaftaði, einhverja dellu úr Dönum og Svíum. Það komið tími til að skrúa niður í svona skandinavíska titlingaskít og reglugerðir sem að svæla mann burt af landinu. Það er nógu erfitt og leiðilegt að búa inn á Íslandi og þetta bætist ekki á hana. Ég breyti þessu skuði eins og ég vill. Single-handed. Ekkert betur til. Fengjum verið næs. Já, svona er skipulagsferlið. Sko, númer 1 er svæðaskipulagið. Og númer 2 að breyta aðalskipulaginu. Heyrðu, ég kannast. Heyrðu, varst það ekki þú sem að braust inn í sumarbústaðinn minn árið og eyðilagði fiskeldi sem við Biggi bróðir vorum með? Hvað meinarðu? Og lést granda mig. Heyrðu, hvað þykist þú vera að segja fólki til hérna upp á Íslandi þannig að umhverfishommiðin? Já, það er ekki... Já, hingað til hefur Íslandsmaðurinn sjálfur ráðið við það. Þú gefur það til Já, góði þegiðu hana, við höfum ekkert röflugur okkur Svíum að gera. Fengjum verið næs. Það er að kvikna í... Það er í andskotan með því. Jeppanum mínu. Gera? Ég? Já, þú! Þeim finnst hann pabbi allt og sprækur til að vera á elliheimilinu. Hann er búinn að missa plássið. Nei. Er hann ekki gaman á elliheimilinu? Segðu. Pantaði plássi fyrir 18 árum síðan búinn að hlakka þetta litla til. Hann getur þá passa krakkana með ég fyrir óvissuferðina. Amma, hvað er sæbjúga? Sæbjúga? Já, sem maðurinn datt á í blaðinu. Það er svona bara pulsa eða bjúga, svona einhvern veginn. Nei, það er fiskur. Og hvert fer hann þá? Nú hingað. Hvert á hann annað að fara? Hingað? Inn í herbyggi mitt? Og krakkana? Já, eða bara mitt. Ég fyrir tjaldi. Ætli Salomón þá að vinna saman upp í rúmi. Tala þú ekki eins og skútu kettling, Stella Brá. Svona, verður ykkur góð. Búin að borða. Bless. Kom og horfum á gett hvað þú gerir, maður. Sjá útganginn á þeim ár. Ég er að fara í óvissuferð með Kidda. Hvað er Kidda? Lionsklúbnum Kidda. Ungliðadeild, Lionsklúbnins Kidda, ætlar í óvissuferð. Halló? Og skilið að fara út eins og þeir. Strákarnir í bíljum og skemmta sér, bara með kærustuna sínar og ég heim börnin. Er bíllinn brunnin? Krakkana hérna alveg endalaust. Litli jeppinn þinn? Ég komist í biljard, ekki komist neitt síðan Ebba fór. Heyið aðeins Már. Salomón, halló? Salomón, en samþykktir þú að taka sæti á þessu sentrumlista? Jú, víst. Sæti 27, beint á eftir kynverkanum. Tekurðu þá rútun í bæinn? Nei, það fer engin rúta.
Og Anton vill ekki keyra mig. Já, nei, ég stoppaði með bara bíl. Ég redda þessu. Já, bless. Takk. Fá hjá þér 3 lítra af ginger ale, pakka af London Dogs. Krembrauð. Þetta nýtt krembrauð? Já. Þetta ekki Salomon Gustafsson? Jú, hvað? Það manst ekki eftir mér. Þú gerðir húsið mitt að Höll. Fínn þátturinn hjá okkur Stellu. Konan liggur alveg yfir þessu. Já, komdu blessaður. Fleira. Já, áttu ísmóla? Þetta var mig. Á fyllan. Sigurhalli, á fyllan. Mig? Fylla mig hver? Já, ég heit ekki Sigur Halli, Sigur Halli. Já, ert þú á leiðin í bæinn? Sýnist þið það? Nei, ekki alveg strax. Ég þarf að sinna smá erindum. Smá? Kveiktur ekki stríðsminjasafninu í gær? Ég? Blessaður, kíkt á okkur og fáum þér með okkur eitt perlandi. Ha, við erum með hjólhýsi og alla græðir. Já. Ha, kíkt endilega. Já, þú líka með, gaman að því. Far? Já, nei takk, ég bara fá mig göngutúr. Göngutúr á Malbík, ertu með svima? Já, nefnilega það. Þetta er að mála. Áður Macintosh. Já, takk. Nei, ekki þú kallinn. Það er nefnilega það. Já, ég ætla kannski að tína ber. Tína ber á þjóði, ertu af því? Já, fara það inn yfir, það er allt krökt og svo er heiðin blá að berjum. Það búkar svo. Þú svo undir fossinu aftur líka sko. Það getur verið ekki að pröfa þetta. Jæja, nú verður það plastaður. Hann er merktuð þessi. Heyrðu, sástu þetta maður? Ha, þetta er svaka fiskur maður. Hann er út fast. Þú kannt að meta út í veruna? Já. Mikið óskaplega hefur hann Sigurhalli gott að því að slappa út í náttúrunni. Hann hefur svo gaman að laxveiðum og fá sér eitt perlandi. Já. En það er aldrei tími til eins. Nei. Þetta er eins konar svona brainstorming ferð hjá okkur. Já. Svona kosningabarátta tekur alveg ofsalega á, skal ég segja. Alveg ofsalega. Skál. Já. Það er sterkt fyrir okkur að fá Stellu í 5. Nei, hún heitir Stella Löfi. Já. Þekkir þú Sigfús? Nei. Hann er efni í besta forsætisráðherra sem Ísland hefur alið. Er allt í lagi með manninn? Já.
Önundur, ég í stórkostu og vandræðum þetta! Hei, heyrðu! Önundur, ég ræði ekki til þetta í væg! Ertu með síma? Náðu í hjálp strax! Hjálpaði mér ég væg! Verð alveg pottrólegur, við björgum þessu! Náðu í hjálp, núna! Já. Hjálpaði mér ég væg! Rólegur, Sigurálfur, við björgum þessu! 112 strax. Ha? Og það þarf líka helikópter. Hringja núna. Hvað er eiginlega að þér, maður? Þetta ekki í lagi eða hvað? Fyrst þér miðill. Þú verður svo ekki varunótt skapaðan hlut. Já, maður. Og hvar? Maður í sjónum. Æ, góðu kondur í burtu. Hvað var það fyrir þig? Ég ætla að fá einn ópal. Var það fleiri? Hei! Láttu símann í friði. Ertu ekki búin að gera nóg að þér hérna í plássunni? Titta på detta Ísland. Bara ett enda jävla träd. Nej, nu åker jag tillbaka till Sverige igen. Jag orkar inte mer. Jag har blivit trött på detta här. Vem kan segla förutan vind och plaska med årorna lille långt borta från vännen sin. Det kan segerhalle.
Bættirðu við glussa? Já. Og svo alltaf koppafetti og skefti líka, það var þess aðskoti stíft. Var hvað stíft? Nú, skaftið. Dúnið getur verið? Bókaðu, lögin að byrja. Ætlis ekki best að ná í skóna sína? Þá náðu þína líkiskan. Já takk, þeir eru í eggjakassanum fram í skonsum. Næst á dagskráni þátturinn Dustaða dansskónum. Það Jóna Þórðardóttir ásamt mandólínhljómsveit Kópavogs sem ríður á vaðið með laginu Hreinn gulldrengur. Leið og hann birtist ljóst að þar fyrir sannkallaður happafengur, hreinn gulldrengur. Fötin vönduð bera þess vott að vinurinn hefur heldur betur gert að gott. Nú spreðar hann seðlum allt. Ég verð að stöðva þetta áður en illa fer. Halló sæti, sestu hérna né á mér. Býð þessu þjóninum reikningin. Þú væri nú vært þú myndi sjá mig. Vant að borga því fríðu. Ég mun sýna þér blíðu. Leið og hann birtist ljóst að þar fyrir sannkallaður happafengur, hreinn gulldrengur. Fötin vönduð bera þess vott að vinurinn hefur heldur betur gert að gott. Nú spreðar hann seðlum allt. Ég verð að stöðva þetta áður en illa fer. Halló sæti, halló sæti, halló sæti. Sestu hérna hér á mér. Í nýrri skoðanakönnun frá Háskóla Íslands kemur fram að Miðflokkurinn með Gauta Pálsson í forystusæti hefur algjöra yfirburði fram yfir sentrumlistan, þar sem Sigfús Jónsson verður með fyrsta sætið. Valdaflokkurinn hreyfist ekki og munurinn sláandi eins og sést. Hingað kominn Ólafur Harðarson, stjórnmálafræðingur. Ólafur, hverju spáir þú? Ekki hvort það rétt fyrir mig að vera að spá mikið þetta, en þegar maður lítur á þessar tölur og berða saman við síðustu kosningar, þá þarna nokkuð tíðindi á ferðinni og það ljóst að núna þá eru eingöngu, tveir flokkar í framboði í landinu núna og valdaflokkurinn, hann alveg dottinn út. En það má reikna með því að þetta verði spennandi kosningar og það verður gaman að sjá hverjir verða þarna endanlega á framboðslistum, en eins og þú sagðir áðan, þá munurinn sláandi. Amma, viltu hátta mig? Ég er dauður. Jáskan. Ég var að berast frétt. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð norður í Húnaflóa fyrir stuttu að hífa upp veiðimann sem þar flýtur í hafstraumum á vöðlukú. Maðurinn virðist rekka stjórnlaust og er á hraðri siglingu norður Húnaflóa. Samkvæmt heimildamönnum fréttastofu er Stella Löfve talin líkleg framalega á sentrumlistanum. Stella? Amma, Goggi afi var að segja að væri á einhverjum lista. Hann getur sjálfur verið á einhverjum lista. Þú ert alveg eins og Salómon þegar hann þykist vera dauður. Nei, hann er svona. Þetta var þátturinn Dustaða dansskónum. Verðum við ekki að hátta hann í rúm? Villu okkar? Svona kall.
Þetta búið að vera alveg yndislegt kvöld. Ha? Fyrst að líma og naglalakka svolítið. Svo dusta ríkið að danskóla. Og heimsókn og þessi fínu ber. Það held ég nú. Varst þetta þú? Nei. Víst varst þetta þú. Þetta eru berin, maður. Virka eins og litla sprengikúlur í gönninu á manni. Góða nótt, Róbjartur minn. Takk fyrir kvöldið. Góðan daginn. Fyrirgefðu hvað er ofsalega sein. Já. Við bíðum bara átekta. Jú, hún er komin. Já, þú hringir ef þið vitið eitthvað. Þetta var Önundur. Hann sagði að... Hvar er allir? Róleg. Vittu, ætluðu við ekki að taka ræðuæfingarnar? Poll róleg, við erum að missa hérna mann úr einu af efstu sætunum. Hvað sagði hann? Já, hann virðist bara reka stjórnlaust. Hann er komin austur fyrir hotn. Og þyrlan bara, hringsólar bara... Ætlið að segja mér þetta sé hann Sigurhalli sem rekur eins og gamalt korktabút af miðju Ballarhafi. Og virðist ekki heyri í helvítis þyrlunni? Hvað maðurinn er óheppinn. Og það verður að aflýsa þessu námskeið í dag hjá þér, Stella. Við verðum hérna og sjáum hvað setur. Vilja að ég veit ykkur smá áfallahjálp? Nei. Nei, takk. Guðanabæn. Heyrði, ég ætla alltaf að vera hjá ykkur hérna í dag. Þetta er hræðilegt. Salomon? Já, nei, hann er löngu farinn. Út af öllu ís. Heyrðu, ef þú hittir hann, spurðu hann hvort hann sé búið með hurðina. Í hvern segirðu? Stellu Löfeyja? Já, nei, ég er stór ef að maðurinn þarf að koma að hingað aftur. Herregud, ég hef lent í orgíu. Má ekki bjóða þér þar? Já, nei takk. Látt ekki svona maður, hoppaðu upp í. Já. Hvað varst þú að vilja á þessum gaurum í nótt? Já, ég var bara á leiðinni. Ertu pervert líka? Ég held að þú voru hættur að drekka, það sagðir það ekki gerð. Já, sko, þetta var eiginlega alveg ófattbart. Æ, þið eru alltaf samir við ykkur skandinavar. Þið gist alltaf að vera betri en aðrir og eru svo bara bölvaðir fyllikettir. Ert þú ekki svolítið pervert líka? Alltaf í flugmannaleik heima hjá þér, sjálfur bæjarstjórinn. Vertu ekki að skipta þér að mér þetta samnorræni kynvillingur þitt? Þetta er blessaði skýtt á þig. Góðan daginn, er Leo Löfi inni? Isn't Leo in, isn't he? Yes, he is. Sæll, pabbi minn. Í hverju ert? Skubb er að sjá því þessu. Hjúkrunarkonurnar, þær heldu það ég færi í þetta. Ég bara aldrei séð annað eins. Það er eins og sérst að fara í fjósi á Kolfreyjustöðum. Svolítið krummafótska. Maðurinn sem barst með straumi úr Svartá vestur land og suður fyrir Horn er enn ófundinn. Ef til hans sést eru sjófarendur vinsamlega speðnir að láta næstu strandstöð vita. Excuse me, what is going on in this elderly people's home? Nobody speaks Icelandic and look at my father. Why do you want to damage an old man's dignity? Stella mín, hvað er vandamálið? Ég meina, finnst ykkur gaman að fara svona með gamalt fólk?
Nei, en mér langar að ferðast svolítið hérna. Ferðast Hvalfjörð, lengi? Nei, ekki svo. Bara pínu lítið. Blessaður. Jökulkalda inniskó, beint úr ísskápnum. Og, ég get sagt ykkur það, öll fótþreyta bókstaflega líður úr manni. Og maður getur bara haldið áfram að baka alveg til kvölds. Jæja, þessi þátturinn smáköku gerð og skreytingar er síðasti þátturinn minn aðstönd. Ég hef nefnilega ákveðið að snúa mér alfarið að persónuráðgjöf í fyrirtæki mínu framkoma.is og ég vil bara þakka innilega áhorfið og öll þau fjölmörgu ráð sem að þættinum hafa borist. Og Salómon biður innilega heilsa, hún fannst leiðilegt að geta ekki verið með okkur hérna. Og svo segi ég bara að lokum verið sæl að sinni. Sigurhalli þarf að taka sér hvíld í hálft ár og verður því ekki með í þetta sinn. Ég þakka gott hljóð. Næsti maður á mælendaskrá er Sigfús Jónsson, fyrsti maður á lista Centrumflokksins. Gjörðu svo vel, Sigfús. Sigfús, er það ekki það sem flög á hausinn á Sæbjónu sem er í Reykjanesbyrju? Sigfús! Ég vil byrja fylgdagest að sýna styttingu. Ég vil þá biðja Stellu Löfi, 5. mann á lista Centrumflokksins að gjöra svo vel að koma í pontu. Ég er ekki framboðið. Ég er ekki framboðið. Nei, ég er ekki. Er ekki Stella á sjónvarpinu? Stella huggulega. Stellu. Já, ég ætla nú bara eiginlega að leggja áherslu á allt sem að ég segi hérna í bókinni minni, framkoma.is. Ætlar að leggja mikla áherslu á blómaskrætingakaflann? Já, eða 8 leiðir til að halda skemmtilega afmælisveislu. Já, ég ætla að gera það. Enda ekki vanþörf á. Já, þá bara að breyta alþingi í blómaskreitingaræði. Þegið aðeins þarna. Sko, lítið til dæmis bara á Þingvallahátíðirnar. Þessu fólki gjörsamlega fyrirmunað að halda almennilega afmælisveislu. Jesús minn, er þá þessi bókardrusla stefnuskrá flokksins eða? Í þínu sporum þá myndi ég nú bara lesa kaflan hérna tannhirðu að hún fer að glenna á þau geiflurnar hérna framan í fylgsa. Já, og fyrr ligg ég dauð en að selja olíuréttindin úr landi. Hvaða olíu? Lumað þú einhverju olíu? Hvaða olíu? Alltaf sé nú ekki að frussa ykkur upp úr hafsbotninu hérna eins og alls staðar annar staðar. Fyrirgefðu, þó að þú hafir slysast til þess að skrifa metsölubók kósíheit fyrir Dani, þá leyfi ég mér að efast það að þú geti stjórnað landinu upp úr þessari bók. Og þó amma þín hafi verið dönsk, þá erum við íslensk hér. Fyrirgefðu frú, veist þú hvað orði kvenremba þýðir? Já. Á bara að stjórna landinu með einhverjum dönskum hugguleghyða og aumingjahjálp. Já, Danir eru hálf vitlaus þjóð og pabbi kann nú marga góða. Pabbi, segðu það. Hvað sagði ég? Segðu það.
Hvað sagði ég? Já, hann sagði hérna, Ágústa mín, passaðu alltaf í umferðinni vegna þess að þú veist aldrei hvort að maðurinn á móti þér danskur, fullur eða vitlaus. Og þetta segir nú margt Daninn og pabbi kann nú marga góða danskinn sem að lýsi þessar hjól. Band vitlaus. Er læknir í salnum? Ég er læknir. Ég skal. Það ekkert fútt í pólitíkinni lengur. Aldrei myndi ég nenni að vera í pólitík. Það var nú fjör í pólitíkinni hér áður. Þá voru menn í félagsvist og skemmtilegheitum. Spilastokkurinn, hann kólnaði ekki alla vikuna, allt árið kring. Hann kólnaði ekki. Það hefur nú enginn hóað í mig í félagsvist í mörg ár. Félagsvist? Til hvers? Til hvers? Til að hafa stemningu, stemningu. Heitt kaffi, nýbakaðar kökur, tombólu og þorrablót. Oft var farið í dagsferðir í kúagerði eða að skoða haustlitin á Þingvöllum. Einu sinni man ég eftir því að við fórum í 2 daga rútuferð upp í Borgarfjörð. Jæja, stelpur, er ekki gaman að baka vöflur fyrir okkur og mikið fjör í kosningunum? Ég á játnið ekki suppaða mikið út. Jæja, gott fólk, við skulum endilega setjast. Gjörið svo vel og fáið ykkur sæti. Hann Sigfús Jónsson er hættur við framboðið. Hættur við? Já, hann líka. Gott. Önundur er asni og á ekki séns. Fínt. Þá erum við sjálfkjörinn. Núna, sigurinn bara í höfn. Gott, við klöppum fyrir því. Já. Samt sem áður þurfum við að herða sóknina, skerpa á öllum helstu málaflokkum og kaffæra allt með olíusölumálunum. Allt. Eða úrsögn úr Norðurlandaráði, klippa á allt samstarf við Norðurlöndin sama hvaða nafnið það nefnist og rifja upp söguna frá því í vor. Að fundinum hjá Norrænu ráðherranefndinni gjörið svo vel segja þessa sögu. Já, ég var þarna í Kaupmannahöfn og... Við vorum sem sagt að koma á sumarbústað í Gillemóginn og rákumst á 2 íslenska ráðherra í Kaupmannahöfn. Já, það var ekki falleg sjón. Við sáum að þeir mættu þarna á morguninn og voru svona... Já, og svo laumuðu þau sér út af fundinum í sikkoru lagi. Já, sko, laumuðu sér svona í sikkoru lagi? Ég elti utanríkisráðherrann niður í maka sín, þar sem hún dvaldi allan formidaginn í nærbuxnadeildinni og svo vafraði hún bara strikið bara allan daginn. Hinn mætti ekkert á fundin. Heldur eyddi obban og deginum í fatahenginu að reyna við afgreiðslustelpuna og að meðan svona... Svo kvöldið var þetta fólk rorrandi fullt. Og það var rorrandi, skiljiði. Rorrandi og síðan á annarri knæpu þarna í stúdíóstræði. Nei, það var í Skúmagerði. Nei, stúdíóstræði. Þetta var á Skúmagerði. Takk fyrir. Jæja, og hvað haldið að komið út úr svona samstarfi? Stúdíóstræði. Hvert ert að fara þarna, helvítið? Viltu þá leggja niður forsetaembættið líka? Hvað heldurðu? Vitaskuld. Skuld hálfvitans. Og hver á þá að sitja á Bessastöðum? Þórildur Danadrottning og Hinrik. Er þau ekki fín? Enda Bessastað þeirra eign í rauninni. Strangt til tekið. Já, þau eru allavega skandalfrí. Og þau reiki svolítið svona grein. Já, og fánadjöfullinn. Sá danski kannski bara. Ha, og þjóðsöngunum fáu bara það danska líka. Þá losnuðu við sálmaslepjuna. Og það gerðist aðfaranótt 17. júní
Árið 1944. Réttuðu pönd. Já, Stella. Þá bökum við Dani og urðum sjálfstæð þjóð. Nei, þá nótt rákum við rýting í bakið á dönsku þjóðinni. Við læddumst eins og þjófar að nóttu og svikum danska kónginn, bókstaflega slitum hjartað úr honum. Kristján, vinur minn, 10. grét eins og smábarn, lamaður maðurinn, og margsendi Jón Krabbi hingað upp með bréfum að bíða nú aðeins. Nei, frekjan og yfirgangurinn í Íslandsmanninum. Og enginn beðist afsökunar. En þann dag í dag. Allavega verðum við að biðja Dani afsökunar. Dani? Afsökunar á hverju? Nú, að svíkja kónginn þegar Dani voru uppteknir í stríði. Að geta ekki beðið í 1 ár. Nei, ekki Íslendinga, nei. Hvaða vitleysa er þetta? Eru þið orðnar geggjaðar báðar tvær? Fyrst það eiginlega miðjum óðert þú þarna mannfíla. Loksins komin skýr stefna og frumleg hugmynd, þá þorið þú ekki neinu. Ég myndi bara drulla með hérna út af næmingið, þá einu fíflinu færra. Vona bara að verði fyrir reiðhjóli og leiðinni heimtíð. Þess vegna valtara. Skelfing eru þessar vöflur, sorgleg sjón. Þó Önundur ætli ekki beinlínis að starfa með okkur, þá hann sem sé gengið til liðs við flokkinn og það kemur í fréttum í fyrramáli. Og ég verð að segja það að við erum afar hreykin af því að fá Önund í okkar raðir. Þakka þér. Já, eins og ég segi þá ofbjóða mér hreinlega hugmyndir Stellu. Þetta er allt annar flokkur en við Sigfús og Sigurhalli lögðum upp með. Þannig að Stella tekur annað sætið. Og misti fyrsta. Ertu með þetta? Þetta er kærastinn hennar, Salómon Gustafsson. Eitthvað milli þeirra? Hann eyðilagði heilan konsert. Nei. Þetta er vídeóspólaði. Vídeóspól? Það var hann sem var kveikt í stríðsminnasafninu. Á neti með þetta strax? Þessi mist er líka búin að vera. Ég fekk skattaskýrslunar á mailinu. Það er sko ekki til að gleðja neitt kjósanda. Hún skuldar innheimtustofnun sveitarfélaga margar milljónir út af krakkaskara sem hún á. Borgar ekki pappanum krónu í meðlag. Gjaldþrota aumingi, thank you very nice. En þessi Stella, hún er stór hættuleg. Já, hún rak einu sinni afvötnunarhæli hérna og það læknaðist ekki hálfu róni, ekki einu sinni svíafíflu. Sko, við verðum að ata hann aur því líkt að hún verður að draga sig tilbaka. Þá erum við í höfn. Heyrðu, hann rústaði hótelherbyggi sömu ferð. Nei. Nefndu dæmi. Já, mér sýnist nú bara að vera að apa allt upp eftir þeim sem nú sitja við völd. Fyrirgefðu, það er alveg greinilegt að þú hefur ekki lesið stefnuskrán okkar. Þið bæti við svolítinn rasisma svona. Rasisma? Fyrirgefðu, er það rasismi að vilja ganga út úr norrænu samstarfi? Og þó að þú sér gift Svía, þá er ekki þar með sagt að... Ég er ekki gift Svía. Fyrirgefðu, má ég aðeins koma að stað hérna í þættinu, sko. Þjóðin veit að hann rústaði heilum konsert upp í Hvalfirði. Það er greinilegt að manninum er ekkert heilagt. Peðfullur út alla þorpagrundu og ég meina, og þjóðin sá þetta netinu. Bitu. Hann er ekki maðurinn minn. Víst. Halló, hvað er í gangi? Skilur það ekki að kallungur og þau eru ekki saman? Ekki saman, skilur það? Hungur! Fyrirgefðu, ekki þetta orðbragð í sjónvarpi. 2 klipp. Klipp og 4 klipp. Skilur, ég bara spyr vegna þess að ég er búin að finna svolítið skítalyktinni hérna af þér út allt og það er búin að vera alveg svolítið svona og það er allir búin að vera að skíta hérna á bakvið á fullu. Svart. Stopp þetta. Er hún að verða vitlaus kellingin? Ég verði að ræða þetta við mömmu. Ég hef báða krakkana og... Já, segjum það. Hvað, ertu farin að tala við sjálfa þig, drengur? Ég er hætt við. Hún fór alveg með þetta hún mist. Enda er hún hætt líka. Og hvað er komið yfir hann Salómon? Er hann orðinn vitlaus? Ég meina, rífi sundur heilt hótelherbyggi og ég veit ekki hvað. Nei, mamma mín, hann svolgaði nú bara í sig einni hurð. Hvernig er þetta að drekka hurð?
Það hægt á hótelum, afi minn. Heyrðu, óvissuferðin á morgun. Hver á að passa börnin? Þú? Já, eða... Ég? Ég í framboði. Varstu ekki að segja að væri hætt? Jú, ég var að segja það. Ég hætt við. Og það verður blaðamannafundur í fyrramálið. Já, ég skal líta eftir krökkunum. Við keyrum bara til Lóu systur. Já, ég tek penslana með og trönurnar. Já, en þú ert hættur að keyra. Það er nóg á rútum. Rút. Bara heilt. Hei, þessi skutnar. Það voru góð í rútunum með það. Já. Góð við Lóu. Læs, elsku pabbi minn. Læs, elsku pabbi minn. Nú, þú gangið vel og góða ferðar sko mér beð heilsa Lóu og að vera. Já, það var að fara heim. Hérna svolítið fara að koma. Jæja, krakkar, komið í. Afi, af hverju fórum við ekki með rútu? Það gengur engin rúta upp í Hvalfjörð núna. Við tökum bara bílaleigubíl, eins og fólk gerir nú til dags. Innvígsluhátíð í Lionsklúbbinn Kidda hafin. Már Georgsson Löfe fær hinn eina sanna gula hatt að lokinni óvissuferð. Og svo Kittlandsstrákar! Hæ hó, það vantar víst nýja nýrnavél og nú rétt að við Lionsfélagarnir leggjumst á eitt. Salernisbakk í sala voru löngu landsfræg og að ljósa veru bakningunum sett höfði sæ. Hæ hó, við náum mörgum milljónum, það munar okkur ekkert Hæ og hó. Aldrei frið. Já, halló. Já, hæ, þetta Mist hérna? Já, sæl, Mist mín. Stella, gjörðu það. Nei, ég alveg ákveðin í að hætta. Stella, ekki vera svona staffírug. Please. Gjörðu það. Nei, það verður blaðamannafundur í fyrramálið. Djarfur rúmbudansinn dunar nú, dansum því, ég og þú. Tifum léttum gólfið til og frá, töfrar brá, logar þrá. Það draumur eða ert þú hér, enn í kvöld, ein með mér. Armar þínir vekja ástarbál, una smá. Eld mín sá, dönsum saman stafurinn rís. Þótt nú til í minnist ég þín, og þín hand leiðir hönd mín heim. Út í hamingju ég, við þín fara ljúfa augnað. Uni ég þetta kvöld, djúpa döggin mjúkan voldu skjól. Myrkt og hljóð, kemur nótt. Verið velkomin öll sömur. Það aldeilis
eru komin á flottan bíl. Já. Ég hélt þú var hættur að keyra. Ég skal segja þér, ef maður hefur einu sinni lært á bíl, þá gleymir maður því ekki alla ævi. En þú keyrðir nú 2 sinnum út af. Það var bara smá snudd. Og aftur á heivagnin, manstu? Það voðalega gargiði, krakkar. Heyrðu, er þetta ekki oft alveg vitleysa af henni Stellu? Að vera að fara svona ein í framboð? Heyrðu, það er allt fallið sjálft sig. Nú? Já, hún er hætt við. Hvað segir þú? Og allir núna á snirtinguna. Það verður engin snirting fyrir í kvöld og ekkert slóð. Yes. Góðan daginn. Hvað er verið að bauka? Góðan daginn. Hvert verið að æða? Það skal ég segja þér, vorum að skyggnast þetta í golsa, það er fórusturúturinn okkar. Hverju? Það er fórusturúturinn okkar! En við erum ekki varir. Og þó er heiðin hvíta sauðfé. Hvíta fé alveg. Hann er hvergi sjánuðs. Og hvernig lítur hann út? Hann er rífur að vexti. Nokkuð lofthár, hrikalegur. Já, ófríður, hornamíkill, hringkynntur, daldi hot, skeltur. Höfustór og ennisbreiður. Hvur? Já, blessaður Leó minn. Já, sælisrákar. Já, svo er hann golfsóttur og eitthvað létt rækur svona. Jafnvaxinn og það, þrekmikill. Og með smá brúsk svona. Já, brútt. Já. Bara alltaf að mála, Leó minn. Já, velkomin í sveitina. Já, margblessaður. Það er ekkert annað en það, Leó mín. Og þið? Að djöfullu sjálfur stattur upp í Brúnalæk. Já, það eru auðvitað nýkomin úr byggsvörtu helvíti. Einn og sér og fyrir sitt leyti. Já. Það er komið nóg! Ég veit að þú har fyndið! Ég veit það! Hvað er eiginlega að gerast hérna? Leó! Þú ert um milljónir! Hverjir eru þetta eiginlega af mínu landi? Þetta Salómonin óskum að sjá útganginn á þér. Þú ert heppinn! Heppinn? Ég þarf að fá hreppinn til að þrífa eftir þig. Býttu, leið mér að útskýra. Sko, sjáðu til. Sko, Stellan, hún er hætt við allt framboð. Hætt við? Hvað hverju? Þú eyðilagðir allt fyrir henni. Hvaða fjölmúlavíl er þetta, með leyfi? Það er olía hérna. Ég er búinn að finna olíu. Ég hringi á lögregluna. Svona hættið þið þessum karpi. Þetta er olía, þetta svarta hérna. Olía? Ég hef nú heyrt það betra. Við skulum bara sjá þetta.
Siggar, gætirðu gefið mér beinan síma við fréttastofuna á DNA? Þetta kemur styrtingin! Fínt! Strákar, núna brandarinn búinn. Hvers slags þetta eiginlega? Þú má hérna? Hvað þetta að gera, drengur? Alltaf þetta vitlaust hérna eða hvað? Engin friður hérna. Andskotinn þetta eiginlega. Ég skil þetta. Var þetta þá öll óvissuferð? Að keyra mér að Kolfreyjustöðum. Já, hann Anton engin aðra, hann föðurlandsvinur. Menn hefði verið betra að frétta þetta eftir kosningar. Á að vera léttvín eða bara venjulegi sjússar? Ó, því viðtali fyrirgefiði. Jesús minn, hvað við erum heppin. Við erum búin að fá laugardagshöllina. Eru þið borðarnir? Alltaf þú að sjá borðana? Já, ég með blómaskreitingar á sviðinu. Já, það verður að standa sigurhátíð miðflokksins. Góðan daginn, gott fólk. Nú, eins og þið vitið að þá hef ég verið borin þungum sökum, byggðum á kolröngum misskilningi og andstyggð. Ríkjöði. Já, sem sagt, að margyfirlögðu ráði hef ég tekið þá bjargföstu ákvörðun að hætta við framboði. Hvað liggur þar að baki? Hvað ástæða liggur þar að baki? Þetta einhver geðþótta ákvörðun? Og hver eru helstu ástæður þess? Það bara aldrei talað neitt sem skiptir máli. Það bara ekki á dagskrá. Þetta þín, Stella. Til mín. Áríðandi. Þú átt alltaf eftir að gera við með fermingaversluna Smás og Silju litlu. Ég skal senda þig gömlu majónesuna við tækifæri. Halló. Pabbi, ég á miðjum blaðamannafundi. Olíu! Olíu? Já, ég kem. Já, hvar var ég nú aftur? Já, ég ætla ekki að segja að mér í bili en verða afboðin fund eða frekar frestunum 1 sólarhring. Takk. Well, it's a good question. What shall I say? Fyrir ekki að, hvað þetta stór borhola? Sú allra stærsta sem við höfum í Evrópu. Oh, well, it's the very biggest in Europe. In all of Europe, biggest. Og var þetta á sjónvarpinu núna? Bara núna áðan, á DNA. Já. Olía. Og nóg af henni. Olía? Býtu, hvað? Á Kolfreyjustöðum. Á Kolfreyjustöðum? Thank you very nice. Hver fann hana? Er þetta á landinu þeirra? Hvað? Anton, veistu ekkert? Þetta veit ég allt þessu olíu. Til þess að ég sé að kaupa þessa jörð. Þú ætti bara eftir að láta hana skrifa undir. Það má segja að nokkurs konar olíuæði hafi gripið sig land allt eftir að Stella ánafnaði þjóðinni auðlindina og hafa margar útisamkomur, ættarmót og mannfagnaðir snúist upp í stuðningsmót fyrir hana. Við hjá Sæbjó, við styðjum Stellu. Ég pólskur. Við öll Pólverjar á Íslandi styðja Stella líka. Nei, ekki agalega erfitt að ná það. Það er á með það, þú? Hvað ætti ég að láta mitt, ef mér langar í? Þú getur átt þetta hvað sem sko. Hérna bara. Já. Þetta hjá Ingimundi og Róbjarti Lungi og hjá Antoni Skúlasyni. Þeir að smala og Anton tekur ekki síma. Talningu atkvæða lokið. Flokkur Stellu ótvíræður sigurvegari kosninganna eða með 80%. Íslendingar! Ég hef sett 2 baráttumál á oddinn
Hörru Stella, ég þarf ekki sjús. Ja, hallo, det er Stella Løve, Island. Jeg skulle treffe dronning Margaret Þórhildur på grunn av gamle vanskeligheder. Det er dem med tilgivelsen. Kom indenfor.